Nokkuð öruggur sigur svona í lokin móti Haukum í kvöld, öðru toppliði. Hvað skapar hann sigur fyrir þína stúlkur? Sko, þriðji leikurinn var náttúrulega bara geggjaður hjá okkur. Við vorum að spila bara lélega vörn, sérstaklega í öðrum leikluta og erum að gefa þeim bara alltaf mikið af opnum skotum og þær fengu bara fínt sjálfstraust þarna og verkefnin að setja allt. Þannig að við bara tölum það í hálfleik að þetta væri náttúrulega bara ekkert boðlegt á heimavelli. Þannig að ég bara hlakka til að horfa aftur á þriðja leikluta. Það er geggjaður þriðja leikluti hjá okkur. Fyrstu 5 mínúturnar í þriðja leikluta, þá það fara 9 stig undir inn í hálfleik. Þið eru 17-0 á þessum 5 mínútum. Hversu oft ætlar að horfa á þennan 5 mínútna kafla? Maður horfir ekki einu sinni, svo þegar maður fyrir að horfa á KR, það er engin tími til að gera neitt í deildinni akkur núna. Maður nær alltaf anda á milli leikja, þannig að við getum auðvitað verið ánægð með þetta og byggt á þessu. Við erum að koma svo oft allt of flatar varnarlega og kannski fínt að horfa á þetta og sjá hvernig við getum actually spila vörn og átta okkur því að svona ættum við að spila náttúrulega bara alltaf. Og er þetta eitt skrítnasta tímabili í manna minnum, hlýtur að vera, þar sem það ekki bara heimsfaraldur heldur landsleikjahlé og fleira sem að spila inn í þetta. En þið hafi verið, þið Haukar og Keflavík voru jafnar í efsta sæti fyrir leik kvöldsins, allavega þennan leik. Hvernig sér þið svona þessi lið, hvernig sér þetta spilast svona á næstu vikum og mánuðum? Bara örugglega svipað sko. Þetta er auðvitað mikið að leikjum og kannski ekki lítið tími til að breyta því sem það gera. Keflavík er náttúrulega búið að spila vel, það er reynda búin að spila miklu færri leiki heldur en allir hinnir. En það er náttúrulega bara á góðri stillingu og ekki ennþá búin að tapa. Ég veit ekki hvernig fór í kvöld. Einsti? Já, og en já, þannig að ég held að þetta verður bara svipað. Ég meina, þá þarf náttúrulega bara að reyna að halda þér svolítið góðum. Við erum svolítið brothættar akkurat núna. Hildur náttúrulega bara var fyrir árás í Borgarnesi í seinustu helgi. Og það er frábært að við séum með bara breiðan bekk og stelpur eins og Nína og Eydís eru að stíga upp núna, stelpur sem kannski ekki fengið mikið í vetur hjá okkur. Þannig að mér finnst það bara frábært og það er akkurat það sem við þurfum. Kannski alveg í lokin þér persónulega, og þú koma inn í tímabilinu núna eftir áramótin. Var það lán í ólán eða skildi geisa heimsfaraldur og slaufa fyrir áramót? Já, ég meina, ég er ólétt og ég missa 2 leikjum. Ég held að það sé, hefur aldrei einhver náð að gera það áður. Þetta var mjög vel tímasett hjá mér. En á móti kemur þá náttúrulega er ég að koma inn í mjög erfitt tímabil og ekki með neitt pre-season á bakinu og þarf bara að reyna að vera með 2 börn en líka að hugsa þessu og maður verður bara, maður lærir bara svolítið á þessu og það er erfitt að æfa á milli leikja, þetta er of mikið bara keppir og svo maður bara að kæla og reyna að gíra sig fyrir næsta leik en það er líka bara svolítið gaman, hvernig ennur að æfa KR í næsta leik, er það ekki bara það stefnir á sigur náttúrulega? Já, ég meina, við förum auðvitað inn í hvern einasta leik til þess að vinna hann. Við erum ekki ennþá búin að spila við KR í vetur, eigum það núna og svo aftur í mars 2 í röð, þannig að við þurfum bara, förum að kíkja þær bara á morgun og undirbúa okkur fyrir leikinn og við vitum alveg að við erum drullu flottar sko, en við getum líka komið alltaf flatar inn í leiki og getum hver sem er inn á okkur, við vitum alveg að við þurfum að passa okkur líka. Frábært, takk fyrir.